Fundi er fram haldið á Alþingi. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið, úrskurðarnefndir á sviði neytendamála, stjórnarfrumvarp, mál 649 á þingskjali 1062, 1. umræðu. Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga úrskurðarnefndir á sviði neytendamála. Með frumvarpinu er lögð fram heildarlög lausn deilumála neytenda utan dómstóla. Markmið frumvarpsins er að tryggja neytendum aðgang að skilvirkri og faglegri málsmeðferð utan dómstóla til að leysa ágreining við seljendur. Frumvarpið felur í sér innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/11 frá 21. maí 2013 lausn deilumála neytenda utan dómstóla og reglugerð nr. 524 frá 2013 lausn deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð auk framkvæmdarreglugerðar hennar. Í frumvarpinu er mælt fyrir gæða- og viðurkenningarkerfi fyrir úrskurðaraðila utan dómstóla. Lagt er til að úrskurðaraðilar geti sótt og fengið viðurkenningu ráðherra uppfylli þeir gæðakröfur skipulag og málsmeðferð. Heyri deilumál ekki undir úrskurðaraðila sem hlotið hefur viðurkenningu geta neytendur óskað eftir úrskurði kærunefndar vöru- og þjónustukaupa í málinu sem þegar er til. Með þessu fyrirkomulagi er stefnt að því að einkaréttarlegur ágreiningur eigi sér alltaf sama stað hjá úrskurðaraðila utan dómstóla. Með frumvarpinu er jafnframt lagt til að komið verði á fót rafrænum vettvangi fyrir úrlausn deilumála utan dómstóla yfir landamæri. Neytendur á Evrópska efnahagssvæðinu eiga að geta notað rafræna vettvanginn til þess að hefja málsmeðferð hjá úrskurðaraðila utan dómstóla vegna viðskipta sem þeir hafa átt í öðru ríki. Í frumvarpinu er auk þess kveðið á lágmarkskröfur til málsmeðferðar viðurkenndra úrskurðaraðila og upplýsingagjöf seljenda til neytenda hvert er hægt að leita ef ágreiningur rís. Lagt er til að Neytendastofa hýsi starfsemi kærunefndarinnar og hafi eftirlit með upplýsingagjöf til neytenda. Þá er lagt til að Evrópska neytendaaðstoðin á Íslandi sjái að starfrækja rafræna vettvanginn. Eitt af markmiðum frumvarpsins er að tryggja skilvirkari neytendavernd með bættri fylgni við úrlausnir úrskurðaraðila. Í dag er algengt að fyrirtæki fari ekki að álitum kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa þrátt fyrir að niðurstaðan sé neytenda hagfelld. Í frumvarpinu er lagt til að úrskurðir nefndarinnar verði aðfararhæfir nema seljendur lýsi því yfir innan 30 daga að þeir unni ekki úrskurðinum. Frumvarpið leggur til grundvallar að varðveita og styrkja kerfi frjálsra úrskurðarnefnda sem orðið hefur til á Íslandi á síðustu áratugum. Lagt er til grundvallar að stjórnvöld eigi lengstu lög að standa utan við deilur sem aðilar geta leyst sín á milli og deilumál verði best leyst þar sem sérþekking er fyrir hendi. Með frumvarpinu er neytendavernd á Íslandi styrkt. Það er mikilvægur þáttur neytendaverndar að neytendur hafi aðgang að einföldum, skilvirkum og ódýrum leiðum á öllum sviðum viðskipta til að leysa deilumál við fyrirtæki. Virðulegur forseti, að lokinni umræðunni legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar til umfjöllunar. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar. Ef enginn hreyfir andmælum, það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1078, hrygningarfriðun þorsks, fyrirspurn, flutningsmaður Inga Sæland. Þingskjali 1079, pappírsnotkun, fyrirspurn, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Þingskjali 1080, fæðingar- og foreldraorlof, frumvarp, flutningsmaður Katla Hólm Þórhildardóttir og fleiri. Þingskjali 1081, samgöngugreiðslur, fyrirspurn, flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.